Með rannsóknum sínum komst Dr. Jane Monckton Smith að því að ofbeldissambönd fylgdu ákveðnu þróunarmynstri, stigmögnun, sem hægt að greina og skoða yfir tíma. Þessari þróun skipti hún í 8 stig sem hún kallar 8 stiga tímalína manndrápa. Langt í frá þróast öll sambönd yfir allan þennan skala stigmögnunar. Heldur algengast að þau flakki á milli stiga 3 og 5. Fari stjórnunin yfir á stig 6 aukast líkurnar 600% á því að sambandið endi á stigi 8, manndrápi. Samkvæmt rannsóknum eru 90% geranda í manndrápsmálum í nánu sambandi karlmenn en 10% konur. Í manndrápum, þar sem konur eru gerandi, eru aðrar ástæður að baki heldur en nauðungarstjórnun þeirra. Til dæmis drepa þær ofbeldismanninn í sjálfsvörn eða vegna langvarandi ofbeldis. Gerandi á oftast sögu að hafa beitt ofbeldi eða nauðungarstjórnun í fyrri samböndum, til dæmis eldihrelli. Í sumum tilvikum getur hann verið með fyrri dóma á bakinu. Dr. Jane leggur áherslu á að það sé ekki sambandi sem slíkt sem kalli á stjórnunna, heldur það gerandinn sem beitir stjórnun í hverju sambandinu á fætur öðru. Misnotkunin ekki einskorðuð við þetta samband, hún meira eins og persónueinkenni. Crazy X oft notað slíka gerendur. Þeir taka enga ábyrgð sjálfur á hegðuninni og fyrrverandi makar þeirra segja oft sannleikann viðkomandi. Samböndin hefjast með miklum hvelli, snembúnum ástarjátningum, sambúð eftir mjög stuttan tíma og jafnvel þungun. Gerandinn eys gjarnan mjög fljótt yfirdrifnum ástarjátningum yfir hinn aðilann. Hann leitar eftir því að makinn skuldbindi sig sambandinu sem allra fyrst og getur hann lagt þá merkingu í fyrsta skipti sem þau sofa saman, fyrsta skipti sem ástarlýsingar eru gefnar, þegar þau flytja saman og svo framvegis. Þegar þessi skuldbinding komin á, getur hegðun geranda breyst á skömmum tíma og ýmist minnstur eignarhald, hugmyndina að hann eigi þolanda, afbrýðisemi og eftirlit komið í ljós. Þetta þarf að skoða út frá geranda og hans nálgun fremur en þolanda. Í raun snýst þetta ekki ást, heldur stjórnun. Þeir eru oft ekki ástvagnir en vilja stjórna, eru oft með fleiri konum sjálfir. Stig 2 stendur yfirleitt stutt yfir. Þeir segja oft, þú lofaðir að fara aldrei. Sambandið einkennist af nauðungarstjórnun sem tekur á sig ýmsar myndir. Algengustu eru eldihrelli, eftirlit og umsátur, ofbeldi, jafnvel vægt eins og ýta eða hrinda, kynferðisleg ágengni, eignarhaldsyfirlýsingar, afbrýðisemi, sjálfsvígs og eða líflátshótanir, einangrun frá fjölskyldu og vinum, allskyns reglum og venjum komið á, hótanir í garð gæludýra eða barna og skapofsi. Fíknivandi eða þunglyndi getur komið í ljós en það ekki orsök vandans, heldur getur það magnað það ástand sem fyrir Reglum og venjum komið á með afleiðingum fyrir þolandan ef brotið gegn þeim og ótti grefur sig hjá þolanda. Á þessu stigi fer hættan að aukast. Allar athugasemdir varðandi að slíta sambandinu eða hótanir það eru kveikjur fyrir gerandann. Þær þurfa þó ekki að vera fyrir hendi. Heldur getur gerandinn ímyndað sér sambandsslit sé yfirvofandi eða verið með stöðugar ásakanir meint framhjáhald þolandans. Gjaldþrot, heilsubrestur, hjá annaðhvort þolanda eða geranda, líkamlegur eða andlegur, uppsögn úr vinnu eða atvinnuleysi geta verið kveikjur fyrir ofbeldið eða ákveðin atvik orðið tilefni til hefnda eða refsingar gagnvart þolandanum. Þegar gerandi finnur að hann að missa stjórn á sambandinu, verður minnstur nauðungarstjórnunar og yfirdrifin hegðun algengari og alvarlegri. Umsátur, eldihrelli og eftirlit hefst þá oft eða magnast og tekur á sig alvarlegri myndir.
hótanir líflát eða sjálfsvíg, reiði og vanstilling sýnilegri, notar orðalag eins og þú mátt ekki yfirgefa mig, ég get ekki lifað án þín og það fær þig engin annar en ég. Eltirhelli hefst oftast á þessu stigi. Á stigi 5 byrjar hringrásin ýmist á ný á milli 3. og 5. stigs eða hún stigmagnast og verður á stigi 6. Ef þolandi fer, byrjar gerandi stundum að leita nýjum maka á þessu stigi og þá hefst oftast ferðlega 9 með nýjum maka. Stig 6 til 8 eru hættulegust. Ekki er lengur hægt að laga sambandið. Gerandi reynir oft grand gesturs, það er að gera eitthvað stórfenglegt til að fá sitt fram. Hugsun geranda einkennist af því að nú sé síðasta tækifærið, síðustu tilraunir til sátta. Hann gefur stóra gjafir eða tekur stórar ákvarðanir sem eiga marka nýtt upphaf, til dæmis húsakaup eða flutningar, eða grátbiður jafnvel nýtt tækifæri, lofar bót og betrun og svo framvegis. Á þessu stigi fer gerandinn ofta að safna upplýsingum þolanda og venjur hans, njósnar hann og eykur eftirlitið. Þolandi getur tekið eftir breytingu á hegðun eða mynstri, tala dauða, hótanir, vera nákvæmari, staðan getur vist róast eða hún snar versnar. Komist nauðungarstjórnunin á þetta stig eru mikla líkur á því að sambandið endi með manndrápi eða alvarlegustu formum af líkamsmeiðingum. Ef hegðun geranda breytist er líklegra að eitthvað alvarlegt gerist, manndráp eða manndrápstilraun innan 48 tíma. Þó ekki sé það algilt. Gerandi er farinn að hugsa eða búinn að ákveða að skaða þolanda er farinn að tala manndráp eða alvarlegar líkamsmeiðingar. Umsátrið verður skipulagðara og nær til daglegra rútínu þolandans eins og hvaða leið hann ekur til og frá vinnu, hvenær hann kemur heim og hvernig staðhættir eru við heimili þolandans. Gerandi er í raun farinn að vakta þolanda. Breyting verður á hegðunarmynstri geranda, hann býr sér til tækifæri til að ná til þolanda, ógnin magnast, hann gæti sagt fólki frá áætlunum manndráp og eða líkamsmeiðingar. Hann heldur hótunum áfram, leitar á netinu að heppilegum aðferðum, safnar á sig vopnum eða öðrum tólum og tækjum til að yfirbuga þolandan eða kynnir sér aðferðir til að koma líki undan. Sjálfsvígshótanir eru algengar og tilraunir til að einangra börnin. Þessa nótt gaf ég mér leyfi til að drepa hana, í stað þess að berja hana bara. 3 algengar réttlætingar á makamorðum samkvæmt dómum er að konurnar hafi verið nöldrarar, hórur eða feministar. Á þessu stigi drepur gerandi þolanda. Manndrápi getur tekið á sig ýmsar ofbeldisfullar myndir sem endurspeglar mikla reiði gerandans. Sérstaklega þarf að huga að börnunum þar sem nauðungarstjórnun er við lýði, þar sem þau geta verið skotmark manndrápa, fórnarkostnaður eða vitni. Börnin munu alltaf bera skaðann. Eftir morðið kennir gerandi brotaþolanum gjarnan verknaðinn og ber við sjálfsvörn eða ögrun.